Já, verið velkomin á þetta málþing. Ég vil fyrir hönd, ég heit Margrét Elísabet Ólafsdóttir og vil fyrir hönd Listfræðifélags Íslands bjóða ykkur velkomin á þetta málþing sem haldið til heiðurs Þóru Kristjánsdóttur, listfræðingi. Þóra var gerð að heiðursfélaga í Listfræðifélaginu árið 2020 og var henni af því tilefni afhent sérstakt heiðursskjal. Þóra stundaði nám í lista- og menningarsögu við Háskólann í Stokkhólmi og lauk þaðan fil.kand.prófi árið 1966. Hún starfaði síðan hjá Listasafni Íslands og sem fréttamaður á Ríkisútvarpinu, þar sem hún vann einnig að gerð þátta myndlist og menningarmál. Árið 1974 tók hún við starfi listráðunautar í Norræna húsinu og vann sem slík við skipulag og uppsetningu sýninga. Hún var síðan listráðunautur á Kjarvalsstöðum í 8 ár en grein það tímabil á ferli Þóru mun fljótlega birtast í nýju tímariti myndlist og þar verður líka sagt frá því hvernig Kjarvalsstaðir þróuðust í áttina því að verða listasafn. Þóra starfaði síðan sem sérfræðingur hjá Þjóðminjasafni Íslands frá árinu 1987 til 2010 en þá lét hún að störfum. Starfsferill Þóru sýnir glöggt að sem listfræðingur hefur hún alltaf haft áhuga á bæði nýjum straumum og stefnum og handverki og list fyrir tíma. Hún hóf nám í sagnfræði við Háskóla Íslands á sama tíma og hún hóf störf hjá Þjóðminjasafninu en þar einbeitti hún sér að rannsóknum á verkum eftir íslenska listamenn sem varðveitt eru í safninu. Þóra ritaði síðan greinar í tímarit og hún skrifaði fjölda bókarkafla viðfangsefni rannsókna sinna sem meðal annars hafa birst í ritröðunum Saga Íslands og Kirkjur á Íslandi. Árið 2005 kom síðan út heildstætt rit með niðurstöðum rannsókna Þóru, mynd á þili, íslenskir myndlistarmenn á 16., 17. og 18. öld sem Þjóðminjasafn Íslands gaf út. Og óhætt að segja að hafi markað ákveðin tímamót held ég í listsögurannsóknum á Íslandi. Þetta málþing sem haldið í samstarfi Listfræðifélagsins og Þjóðminjasafns Íslands verður einnig helgað myndlist fyrri tíma. Hér á eftir mun Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjaverður, flytja ávarp og síðan mun Lilja Árnadóttir, fyrrverandi sviðsstjóri Þjóðminjasafns Íslands segja frá samstarfi þeirra Þóru í safninu. Á eftir henni ætlar Guðrún Tryggvadóttir, myndlistarmaður, að segja okkur frá tilurð bókarinnar Lífsverk, 13 kirkjur Ámunda Jónssonar og verkefni henni tengt, sem einmitt innblásið af rannsóknum Þóru. Og þá mun Dr. Arndís S. Árnadóttir listfræðingur sem ritaði grein Ámunda í bók þeirra Guðrúnar flytja erindið Fyllt í eyður í sögu Ámunda. Og síðan mun í lokin Eyrún Óskarsdóttir listfræðingur sem hefur sérhæft sig í listmiðalda. Hún mun fara með okkur enn lengra aftur í tímann í erindi sem hún kallar Dómsdagur, myndmál á mótun, heiðni og kristni 800 til 1200. En þá vil ég fyrir hönd Listfræðifélags Íslands, þá vona ég að málþingið verði til þess að vekja áhuga fleiri á framlagi Þóru Kristjánsdóttur til íslenskra listfræðirannsókna og einnig að það vekja áheyrendur til vitundar mikilvægi þess að stundaðar séu rannsóknir á íslenskri myndlist og að málþingið verði því öðrum listfræðingum hvatning til góðra verka á þessu sviði. Og þá vil ég þakka fyrir áheyrnina í bili og bjóða Margréti Hallgrímsdóttur velkomna í pontu. Takk fyrir Margrét Elísabet. Kæru gestir, fjölskylda Þóru og vinir og samstarfsfólk. Verið hjartanlega velkomin hingað í Þjóðminjasafnið. Ég ætla nú að leyfa mér að taka ofan maskan. Heyrið illa í mér hérna fyrir aftan. Já, ég bara bjóð ykkur öll hjartanlega velkomin. Við höfum nú vegna þess að, eins og við vitum, Þóra vina mörg, að þá höfum við ákveðið að skipta þessi rými í 2 sóttvarnarhólf, þannig að fleiri getur komist hér að til að hlusta, en svo auðvitað málþinginu streymt. En við erum hér saman komin til að gleðjast og líka þakka og horfa yfir farin veg í tilefni af afmælisdegi Þóru í dag.
listfræðings. Og ég vil aftur bjóða ykkur hjartanlega velkomin. Já, það okkur bara hér hjá Þjóðminjasafninu og í samstarfi við Listfræðafélagið heiður og ánægja að fá efni til þess að uppskýra hátíðar í dag og líta yfir þau listrænu spor sem að Þóra hefur markað með sínu merka framlagi til safnastarfs, listfræða og menningarstarfs almennt á Íslandi. En umfram allt Þóra kær vinur og samstarfsmaður okkar allra til áratuga, hrifnæm og fróð safnakona og listfræðingur sem ávallt hefur brunnið fyrir því sem hefur verið efst á baugi á hverjum tíma. Þóra Kristinsdóttir menntaður list- og sagnfræðingur frá Stokkhólmsháskóla og sagnfræði frá Háskóla Íslands eins og framkom hjá Margréti Elísabetu og hefur verið listráðunautur í menningarstofnunum, söfnum, hjá fjölmiðlum. Já, hún miðlaði sinni þekkingu víða, í fjölmiðlum, með leiðsögn, í samtali og ekki síst ritstörfum sínum. Tímamótaverk Þóru bókin Mynd á þili, sem við sjáum hér, íslenski myndlistamenn á 16., 17. og 18. öld, sem meðal grundvallarrita Þjóðminjasafnsins og kom út í tengslu við samnefnda sýningu í Bogasal safnsins árið 2005. Þá ritaði Þóra greinar í ritröð okkar kirkju Íslands, en ritröðin var samstarfsverkefni Þjóðminjasafns, Biskupsstofu og Húsafriðunarnefnd, síðar Minjastofnunar Íslands. Og það sannarlega jók á gæði útgáfunnar, hennar framlag. Hér hjá Þjóðminjasafninu óf Þóra hinn listræna þráð inn í mótun allra sýninga og útgáfu safnsins á sínum rúmlega 2 áratuga starfstíma hér hjá safninu, sem sannarlega jók sömuleiðis á gæði og listrænt gildi starfseminnar. Þóra var sæmd inn í Íslensku fálkaorðu árið 2006 fyrir sín störf og eins og kom fram áðan var valinn fyrsti heiðursfélagi Listfræðafélags Íslands árið 2020. Þegar ég hugsaði til Þóru, okkar á þessum tímamótum komu margar góðar minningar. Ég sé hana fyrir mér í rauðum eða bláum fallegum fötum og þess vegna höfum við valið hér silkislæði með þeim litum hér sem mun fylgja blómvendi frá okkur til hennar og eftir. Mér verður hugsað til ástríðufullra samtala menningarsögu og listir, en líka mannlíf og samfélag. Hún flutti margar eldræður þegar unnið var að nýrri grunnsýningu Þjóðminjasafnsins við enduropnun 2004. Og í ferðum okkur landi man í töfrastundir í kirkjum landsins þar sem Þóra beindi sjónum að altaristöflum og kirkjugripum. Þá kom einnig upp í hugan ævintýralegu stundir þar sem Þóra sagði frá ferðum sínum heiminn. Fór með okkur í ferðalag í kaffitímanum. Ég elsku Þóra, hún dreifði gleði og var örláta að deila af séru sínu. Líka mikið upp á starfsumhverfi sitt hér í Þjóðminjasafninu, ekki síst kaffistofuna, ekki síður heldur en fundina og okkar samverustundi líka utan vinnutíma. Hún tjáði skoðanir sínar á viðburðum líðandi stundar, já hún hafði sterkar skoðanir sem hún fylgdi eftir. Stundum mjög ákveðin, að sjálfsögðu, en ávallt með bliki í auga, hrifin og áhugasöm og brennandi af áhuga. Sönn hugsjónakona, hún hreyf okkur hinn með sér, já og hélt okkur líka við efnið. Já, með ástríðisinu hvatti hún okkur áfram og veitti innblástur svo munaði. Framlag eldhugans Þóru felst því í skýrari sýn okkar á listrænan menningararf þjóðarinnar og sem má sjá þess merki, til dæmis í grunnsýningu Þjóðminjasafnsins og útgáfu sem hér hefur verið nefnd. Það sem hún sannarlega hafði sín áhrif. Ég get nefnt nokkrar vörður sem hún hlóð og lagði mikilvæg steina í. 1988 og 125 ára afmæli Þjóðminjasafnsins og ég veit að Lilja mun koma aðeins betur inn á það, var það meðal annars hennar hugmynd að gefa út bókina Gersemar og þarfaþing, hugmynd sem kom frá henni í tengslu við afmælissýningu safnsins á þeim tíma. Það gefin bók í líkingu við 100 ára Þjóðminjasafni. Árið 2000 aldamótin, fyrir utan ritstörfin á þeim tíma, Gersemar fornir gripir á Eyjafirði í vörslu Þjóðminjasafns. En þá hafði Þóra starfað hér yfir áratug og þá bauð Þjóðminjasafni nokkrum byggðarsöfnum að sýna kirkjugripi og þeirra héruðum í tilefni þess að þá var ástæða til að minnast þess í prófastsdæmi landsins að 1000 ár var liðin frá því kristni var lögtekin. Þetta var hennar frumkvæði. Með þessu vildi hún og auðvitað Þjóðminjasafnið gefa fólki allt land tækifæri til að sjá á heimaslóðum forna kirkjugripi sem áður voru þar í kirkjum, en nú í vörslu Þjóðminjasafnsins. Og var sýningin sett upp í Minjasafninu í samstarfi Minjasafni á Akureyri. Þetta var afar mikilvægt því eins og þið munið á þessum tíma var Þjóðminjasafnið lokað vegna endurbyggingar. 2003 skáldaði tré, þá var Þjóðminjasafnið enn lokað og þá var einnig mikilvægt að teygja sig út til samfélagsins. Og þá var efnt til sýninga sem bar heitið Skáldaði tré.
Og svo sjálfsögðu hafði hún mikil áhrif á mótun nýrra grunnsýninga eins og ég hef vikið að og útgáfubókinni Hluta eftir tímans. 2005 var endurssýningar að mynd á þili sem ég nefndi líka áðan þegar hennar grundvallarrit kom út. Þar sem fjallað íslensku myndlistarmennina allt frá siðaskiptum og fram á 18. öld. Og þau verk þeirra sem varðveist hafa og vitna af listsköpun Íslendinga. Það skiptir máli að það sé búið að varpa ljósi á fólkið á bak við verkin. Og bók Þóru var meðal sagt að þarna væru menningarlegt stórvirki að ræða sem varpaði ljósi á íslenska myndlistarmenn frá siðaskiptum til öndverðar 18. aldar á grundvelli rannsóknar hennar. En auðvitað lá það að baki margra ára rannsókn. Og svo man ég líka góða stund þegar hún færði okkur Virkárkalikinn og Patín á afmælisári Þjóðminjasafnsins árið 2013, smíðað af Sigurði Oddssyni á Ljósavatni í Þingeyjarsýslu. Það var auðvitað mjög mikils virði og mun vitnað hennar og okkar góða samstarf ókomna tíð. Þannig að sjáum að Þóra hefur verið áhrifavaldur og brautriðandi hér í Þjóðminjasafninu og á sviði safnastarfs og menningar, starfs og listfræða. Og hennar fræðilega starf hefur sannarlega aukið þekkingu og skilning sem ekki síður mikilvægt. Stuðlað umræðu myndlist fyrir alda, varpa ljósi á sjónrænan þráð menningararfsins. Faglega skorin verk á borði altaristöflur og Reykjum í Skagafirði eins og dæmi sem ég nefnd, í snikkarann Guðmund Guðmundsson í Bjarnarsstaðahlíð og þannig mætti lengi telja, svo ég nefni eitt lítið dæmi. Þannig eftir mér í huga væntumþykja og þakklæti og gleði á afmælisdegi Þóru. Til hamingju með daginn. Já, við ætlum að þakka Margréti fyrir þessa skemmtilegu upprifjun á samstarfi þeirra Þóru í Þjóðminjasafninu og bara þessu skýrmynd sem búið að draga upp af hennar starfi þar sem að í rauninni skýrir enn frekar út fyrir okkur hvað þetta í rauninni mikilvægt starf sem hún hefur unnið og það bara þarf að gera það. En næst ætla ég að bjóða hér í pontu hana Lilju Árnadóttur sem ætla líka að tala samstarf sitt við Þóru í gegnum munin á safninu. Gjörðu svo vel. Komið blessuð og sæl, góðir gestir, kæra Þóra, frændfólk, bræður, eiginmaður, dóttir og vinir. Ég sem sagt hérna með smá samantekt sem ég hef unnið síðustu daga sem ég hef nefnt Skært lúðrar hljóma. Kórstarfið nú ekki. Hér sjáum þið dyrabrík sem kemur frá Laufás í Eyjafirði, talin geta verið skorin af Þórarni Einarssyni sem talin hafa verið fæddur 1670. En á þessum degi þá ákvað ég að leitast að draga upp fáeinar myndir af starfi Þóru og samfylgd okkar hér í safninu í ríflega 3 áratugi. Og ég ætla að tæpa á nokkrum þeirra verkefna sem vörðuðu ferðalög okkar frá 1987 til 2010. Fyrstu minningar af minni kynslóðum Þóru hyggja sé rödd fréttamannsins í útvarpinu. Hún hljómar þýð fyrir eyrunum og í viðsjá á 5. daginn spilaði Guðni Tómasson upptökur frá fréttamannstíð Þóru, vel annars úr viðtali sem hún átti Þorvald Skúlason listmálara. Þá var maður myndur á það hversu hverful menningarsögulega varðveislan því að rödd Þóru hljómaði allt öðruvísi. Geymslan hafði einhvern veginn breytt röddinni, ég þekkti hann ekki. En í raun þá voru fyrstu beinu samskipti okkar Þóru þegar hún var forstöðumaður listráðunauturins og hét á Kjarvalsstöðum, en þá var bara allt að tala með Kjarvalsstaði. Þá beitti hún sig fyrir því að tekin saman skrá verk Kjarvals í söfnum og víðar. Reyndi að bregðast skjótt í beiðnin á þeim tíma tók lengri tíma að átta sig á og finna gripi í safninu, en nú þegar Sarpur hjálpar okkur við hvað eina af því tagi.
Það svo 1987 sem Þóra bættist í starfsmannahópinn hér. Alla tíð sýndi Þóra samstarfsfólkinu vakandi áhuga, enda fróðleiksfús og ævinlega gefandi þegar eitthvað var á döfinni. Hún tók til að skoða kirkjugrip og kirkjulistin eins og var á þeim tíma, þá lék safnmaðurinn mörgum skjöldum og Þóra tók virkan þátt í daglegu störfum safnsins hversu þau voru hverju sinni. Einni helgi einnig við vestur á Fellströnd og hugðust bjarga þar torfbæi sem enn stóð. Illviðri setti strik í reikninginn og urðu að pakka saman tjaldborginni seint kvöld eða nótt. Og það má stinga einmitt hér inn að Þóra skáti og vitnaði oft til skátastarfana og ferðalega sinna landið með þeim. Það eftirminnilegt þegar þessi tafla sem þið sjáu hérna frá síðari hluta á 16. aldar kom upp í hendunar á okkur einhvern tíma þegar við vorum að taka fram gripi og skoða þá. Þá rákust þetta magnaða verk sem í 5 hlutum og á þeim bæði útskurð og málverk. Þóra var gjörsamlega frá sér numin og linnti ekki látum fyrir henni hafði tekist að slá hring utan upplýsingar sem aðgengilegar voru þá. Síðar átti hún eftir að bæta enn frekar í púsluspilið sem þessi tafla og eru niðurstöðunar í bókinni mynd á þeli. Eins og fyrr segir Þóra viljug til verka og nýtur þess að taka til hendinni og ætla ég því að nefna 3 mikilvæg sýningarverkefni sem Þóra átti sér ríka þátt í að raungera. Hún tók þátt í vinnslu sýningarinnar Víkingar í Jórvík og Vesturvegi árið 1989 sem var unnin í samstarfi við safnsins í York, Þjóðminjasafnsins og Norræna hússins, þar sem verið hafði heimavöllur Þóru. Sýningin var sett upp á báðum stöðum bæði í Norræna húsinu og Bogasalnum sem var þá eina svæði hér í húsinu þar sem hægt var að setja upp sérsýningar. Fræðimenn komu bæði frá Englandi og Ameríku og héldu fyrirlestra efnið, en þeir fóru fram í Norræna húsinu enda þar allur búnaður til fyrirlestra halds. Í þessu verki fór Þóra á flug í hugmyndasköpuninni. Í aðdraganda hátíðahalda vegna 50 ára afmæli lýðveldisins árið 1994 efndu Þjóðminjasafn og Þjóðskjalasafn til samstarf og sett var upp viðamikil sýning sem fundin var staður í Morgunblaðshúsinu við Aðalstræti. Enda stóðu þá, eins og nokkuð og eftir, viðamiklar viðgerðir á safnhúsinu hér. Miðlunarstarf safnsins hafnaði með því í miðbæ Reykjavíkur. Það var gott samstarf, gefin var út sýningarskrá og sett upp kaffistofa. Meira að segja jólasveinarnir hittu börnin á Ingólfstorgi þá aðventuna. Í þessu verki var þáttur Þóru mikilvægur og það var lærdómsríkt fyrir okkur að vinna með sagnfræðingunum á Þjóðskjalasafninu. Árið 1994 sýndu Norðmenn okkur rausnarskap með því að stofna sjóð að upp að 1 milljón norskra króna til þess að efla og styrkja menningarstarf landanna. Fyrir það fé var unnin sýningin Kirkja og kirkjuskrúð og gefið út samnefnd rit. Sýningin var haldin hér í húsinu fyrst en í kjölfarið í 3 borgum Noregs. Umrætt rit hefur reynst góður grunnur fyrir þá sem rannsaka menningartengsl þessara frændþjóða á miðöldum. En eins og allir vita og glöggt hefur komið fram þá helgaði Þóra störf sín íslenskri kirkjulist og hvers konar rannsóknir á henni. Það varð á hennar umfjöllunarefni í Emma-ritgerðinni og skerfur hennar til íslenskrar kirkjulistasögu stór. Lengi hafði verið áætlað að gefa út ritröð íslenskar kirkjur og hlaut verkefnið strax heitið Kirkjur Íslands. Í aðdraganda og undirbúningi útgáfunar vann Þóra skýrslu, tillögur það hvernig fjallað kirkjugripina og hún sú skýrsla númer 5 í röð rannsóknarskýrsla Þjóðminjasafnsins og heitir Friðun kirkjugripa í kirkjum landsins. Af einhverjum ástæðum þá rataði þessi ljósmynd af þessari töflu í Stórarumskirkju upp á skjáinn hjá mér þegar ég var að hugsa til Þóru. Hún hélt svo mikla ræður þessa töflu og hún var svo frá sér numin yfir henni. Taflan sem sagt frá 1728 og hún hana gaf kirkjunni á Stóranúpi Sigríður Jónsdóttir, ekkja Jóns biskups Vídalín, þar sem hún bjó eftir lát mannsins 8 árum fyrr. Og það spillir nú ekki fyrir að sveigurinn þarna ofan á rammanum verk Ámundar Jónssonar.
Ég held að Stóri Núpur var svona nokkurs konar prufudæmi á það hvernig hún sá fyrir sér kirkjugripaskráninguna. Og þá komið að þessari myndalegustu vörðu Þóru í safnstörfum sínum með sýningin Mynd á þili og samnefnd bók. Og mér langaði bara til þess að fara með ykkur svona 15 ára aftur í tíman og skyggnast inn í bógasalinn frá 2 sjónarhornum. Og þarna eru postulennir sem Jón Yngri Vídalín keypti og færði með sér til útlanda og voru í Þingeyrakirkju. Þeir voru settir þarna upp á Brík og sýninguna hannaði Steinþór Sigurðsson, góður vinur okkar allra, og það var afskaplega gaman að vinna með honum að sýningu. Hann hafði sett einmitt með okkur upp sýninguna í Ljósafossstöð sem að Margrét nefndi áðan. Nú, svo gat ég ekki annað en látið birtast hér eina mynd af Þóru við það sem hún kunni mest og best, og það var að miðla af þekkingu sinni. Og þannig hún sem sagt að hún hefur læturinn að var vel að miðla og prýðulegu fyrirlesari og flutti mörg erindi hér og þar. Og þannig hún nú að reyna að fræða ráðherrann á þeim tíma, Björn Grímsson, handritamálara og predikunarstólar frá Bræðratungu. En hann Kosta Grip sem hægt að sjá hér á 3. hæð. Nú, Þóra var mikilvirkur félagsmaður í félagsstörfum okkar fagfélaga, Félag íslenskra safnmanna og safna. Sat hríð í stjórn félagsins og sótti jafnan farskólan þar sem gafst færi á að rækta kunningsskap og tengsl við söfn og safnamenn allt land. Hún gerðist félagi í alþjóðaráði safna ICOM og lagði sig eftir að fylgjast með safnamálum á alþjóðavettvangi með því að sækja alþjóðlega ráðstefnur á vegum ICOM. Þarna erum við Þóra í munkaklaustri einhvers staðar upp í hálendi í Suður Kóreu og erum nýstignar upp og erum komnar úr morgunbjöllusöngnum hjá munkonum sem við þurftum að ganga hálftíma í eftir að hafa sofið í 5 tíma í kvennadeildinni, og við fengum alveg sérstakan fatnað, mjög sérstakar buxur og hörefni sem við erum að fara í. Þetta er náttúrulega algjörlega ógleymanlegt, þannig að Þóra algjörlega heimavelli með okkur. Þetta var árið 2004. Við höfðum áður farið til Stafangurs og verið þar með á alþjóðlegum fundi og seinast vorum við í Vínarborg held í 2007 og þá var Sveinn með okkur líka. Og svolítið öðru, þá er ólíkt að vera í Austurríki og í Kóreu og í svona alþjóðlegu samhengi. En ég ætla nú bara að láta þessu lokið. En hér er sem sagt mynd sem tileinka menningarstarfi Þóru í áratugi og þessar línur og kvæði Steingríms Þorsteinssonar er ætlað að færa okkur í huganum austur á Þingvöll sem Þóru þykir afar vænt um. Og henni eru litlar skurðmyndir sem taldar eru geta verið eftir Guðlaug Briem sem lærði höggmyndalist við Húsakademíu í Kaupmannahöfn á 18. öld en las síðar lög og gerði sýslumaður fyrir norðan eftir heimkomuna. Og þá vil ég enda því að taka til nokkur orð sem lýsa persónugerð Þóru. Og nú hefst lestur nokkrum hugtökum. Fordómaleysi í garð náungans, höfðingskapur og gestrisni, fróðleiksfýsn, vilji til verka, dugnaður, hugmyndaauki, síkvikur áhugi á málefnum líðandi stundar, þekking á landi og þjóð bæði fortíð og nútíð og brennandi áhugi á hvers konar menningarviðburðum og menningarstarfi. Takk fyrir mig. Já. Já, þakka við Lilju kærlega fyrir hennar erindi sem að rifjar upp kynni þeirra Þóru. Næst er komið að Guðrúnu Tryggvadóttur myndlistamanni og strax á eftir henni, og ég ætla að kynna hana núna, er Arndís S. Árnadóttir, listfræðingur. Því að það er alltaf að tala sama verkefni sem er unnið saman, lífsverk, 13 kirkjur Ámunda Jónssonar, og Guðrún ætlar að koma og segja okkur frá tilurð þess verkefnis
Og síðan ætlar Arndís að tala það hvernig var að reyna að feta í fótspor Þóru og hennar rannsókna og athuga hvort það væri hægt að fylla upp í eyður af því að allir sem hafa kynnt sér skrif Þóru eins og mynd og þyli vita að þetta eiginlega, þetta ekki auðvelt að fást við þetta tímabil af því að heimildir eru ofta skornum skammti og það þarf að hafa mikið fyrir því að finna þær og þannig að ég ætla bara að biðja þær velkomin Guðrún fyrst og síðan Arndísi. Gjörðu svo vel. Enga Brothers. Ég byrja að opna hérna, kynningana mína. Jæja. Já, góðan daginn og til hamingju með daginn Þóra. Ég mun hér fjalla stuttlega aðdragandann að bók minni lífsverk 13 kirkjur Ámundar Jónssonar sem átti fyrst aðeins að vera vegleg sýningarskrá með samnefndri sýningu minni í Hallgrímskirkju sem ég opnaði þann 1. desember 2019. En þetta verk heimtaði að verða alvöru bók sem innlegg í menningarsöguna. Fyrst ég var að standa í þessu annað borð. Mér fannst það mjög mikilvægt að ég myndi skilja eitthvað meira eftir en bara sýningu sem stæði í afmarkaðan tíma. En af hverju Ámundi og hver hann? Jú, hann var smiður og málari sem var upp á 18. öld og ég fann mig knúna til að leita að skýringum á ævi hans og verkum og því sem að leit út fyrir að vera mikið ævistarf en í raun var ekki mikið vitað hann. Að hluta til var ég áhugasöm hann vegna ættartengsla og æskuminninga. Amma mín, Guðbjörg, talaði oft Ámundaættina og alla listamennina sem séu komnir af honum og ég, borgarbarnið, fékk stundum að dvelja Hrepphólum á Suðurlandi í Hreppunum þar sem einhver tenging var við kirkjuna og kirkjugarðinn sem við lékum okkur í. Og pabbi minn Tryggvi hafði sagt mér að einhver afi minn hafi byggt kirkjuna sem var þó ekki alveg rétt hvað var að þessa kirkju sem nú stendur á Hrepphólum, en Ámundi þó talin vera smiður einnar kirkju sem reist var á 18. öld. Að hluta til áhugi minn hreinlega tengdur forvitni minn tíman, sem nokkuð sem ég hef verið að vinna með í minni myndlist undanfarin ár. Það tíman sem slíkan og líftíma okkar sem hefur byrjun og endi og afmarkast af forgengileika efnislegs líkama okkar og virkan alheimsins. Ég hef verið að vinna með hvernig hægt sé að setja tíma og afköst fram sem form, liti og orð. Og hér kemur tengingin við Þóru, en ég sótti einmitt námskeið í íslensk myndlist fyrri alda í endurmenntun Háskóla Íslands árið 2002, þá nýkomin að utan. En Þóra kenndi einmitt á því námskeiði og opnaði augu minn fyrir því að listin fæddist ekki á Íslandi aldamótin 1900 frekar en annars staðar í heiminum. Bók hennar, Mynd og þyli, íslenski myndlistamenn á 16., 17. og 18. öld kom síðan út nokkrum árum síðar, eða 2005, og opnaði þar með upp luktan fjársjóð sem að skipti mig mjög miklu máli til að skilja hvaðan við komum og á hvaða grunni við stöndum sem menningarþjóð. Hér fyrri opnan í bókinni þar sem fjallað Ámunda, hans verk, hér svo síðari. Í Mynd og þyli fjallar Þóra meðal annars Ámundar Jónsson og hefur unnið heimavinnuna sína þar eins og alltaf. Hún styðst greinilega við ættarskrá Steingríms Jónssonar og nefnir nokkur helstu verk Ámunda og birtir myndir af 4 þeirra. Eitt af því sem hún nefnir að Ámundi hafi byggt 13 kirkjur. Það hafi mikil áhrif á mig þá og mig langaði til að reyna að skilja það og skoða lífsverkið hans betur, fara ofan í kjölinn. Bæði til að vita meira kirkjurnar sjálfar og verkin og fjölskylduna og lífsferil hans. Ég ákvað að vinna myndlistaverkum þessa pælingu og láta litla rannsókn fylgja með í sýningarskrá. Ég byrjaði að grúska og teikna og mála og leita sögunni og studdist við það sem ég fann en verkefni stækkaði og stækkaði og var svo spennandi og margþætt að ég áttaði mig á því að ég þyrfti sagnfræðing með mér sem kynni til verka. Úr varð að ég spurði Arndísi föðursystur mína, sem ekki aðeins listfræðingur og bókasafnsfræðingur, heldur doktor í sagnfræði, hvort hún vildi vinna þetta með mér og hún hélt það nú.
og upphófst mikil leit. Allt í geymslum Þjóðminjasafnsins hvað varðar Ámunda var dregið fram fyrir okkur og þvílík dásemd sem kom í ljós. Hér til dæmis altaristaflan úr Odda. Allt miklu stærra og veglegra og stórkostlegra en maður hefði búist við eftir að hafa séð ljósmyndir. Hérna, efri hlutinn. Fjöldi fagmanna aðstoðaði mig síðan við ritstjórn, hönnun, umbrot og fleiri sagnfræðingar hjálpuðu okkur Arndísi við rannsóknina og Þjóðminjasafnið lagði til ljósmyndir af þeim verkum sem það geymir því fyrir mér vakti að þetta yrði eins konar lýsing á lífsstarfi Ámunda og mögulegt væri út frá þeim gögnum eins góð lýsing á lífsstarfi Ámunda og mögulegt væri út frá þeim gögnum og verkum sem til eru í dag. Og ég leyfi hér nokkrum myndum af skoðanaferðum okkar að renna í gegn, en þetta er auðvitað bara örlítið brot. Þarna fórum við hittum Þórð í skógum, mikil upplifun. Og hann sagði okkur hluti sem að hvergi standa í mínum heimildum eða stóðu ekki fyrir nú. Alltaf þarna Keldum, algjört meistaraverk. Og maður sér sko þessi þykkt og þessi gjörvilegi útskurður komið gríðarlega óvart. Þetta er eitthvað sem maður getur ekki ímynda sér nema að vera í návegi við verkin. Og hérna altari sjálft eftir Ámunda hér, en altaristaflan eins og það var fjallað þetta einmitt í Landanum daginn þessa altaristaflu sem er náttúrulega miklu eldri og hefur með Vestmannaeyjar og Tyrkjaránið að gera, gullfalleg. Það er nýbúið að gera Krosskirkju upp og bara stórkostlegt afrek. Hérna er altaristafla sem ekki vita hvar var, en Þjóðminjasafnið á hana og eitt af þessum við sáum þar. Og síðan fann ég lokaritgerð Sólveigar Jónsdóttur bara fyrir tilviljun á bókasafni. Og hún hafði einmitt rannsakað efnafræðilega samsetningu litana í einn af altaristöflu Ámunda, akkúrat þessa, og komist að mjög áhugaverðum niðurstöðum, meðal annars að uppruni margar litarefna sé hér á landi. 16 síður aftast í bókinni þetta efni og fyrir mig sem myndlistamann er mjög mikilvægt að praktíkin fá að vera með svo við getum af henni lært. Ég ætla nú að sýna nokkrar opnur á bókinni og gefa síðan Arndísi orðið hvernig hún fyllti í eyðurnar og gerði verkið af því sem það þurfti að verða. Og fyrst að við erum með opnuna hérna með altaristöfluna úr Stóranúpskirkju, þá sett ég saman þarna fyrir neðan altaristöfluna sett ég bríkina sem að Þjóðminjasafnið á í réttum hlutföllum fyrir neðan, eins og hugsanlega hefur verið. Þess að altaristöfluna var náttúrulega fyrir altarinu á þessum tíma. Og boginn eða sveigurinn, hann kemur líka fyrir annars staðar í kirkjunni og var einmitt á fyrstu glærunni hjá mér. Þannig að hann hefur reynt að tengja sinn stíl við eldri verk. En það er allt sem við vitum Stóranúp er í bókinni. Þetta er bara nokkrar opnur bara svona til að gefa hugmyndum. Ég var náttúrulega að leita að sögunni líka bara með pensli og það var svona mín leið til þess að komast inn í tilfinninguna og reyna að skilja hlutina. Og svona heimspekilega pælingar skipulega óreiðu kom hérna líka með. Hlutar kirkju í dag, miðað við þá og já, það eiginlega tók mig alveg heljartaki þessi hugmynd kirkja og hvað hún í rauninni var á þessum tíma mikilvægt. Hún var í rauninni eini staðurinn sem að fólk hittist á undir þaki og gat skoðað eða séð listaverk. Þannig að ég fer svolítið mikið í það. Hérna er Ámundi í Sívaluturnum, en hann vann sem aðstofnari í Sívaluturnum í 3 ár, það er eitt af því sem Arndís komst að. Og ég var í Jónshúsi 1 mánuð til að reyna að finna út hvað hann var að gera eða finna heimildir og fékk aðstoð listfræðinga þar
og meira segja stjórnanda Sívaldingsfélagsins til 20-30 ára sem var þá nýhættustörfum, en það fundust engar heimildir og hans nafns var hvergi getið. Þannig að það ennþá eitthvað sem að veri mjög gaman að komast að. Hann var náttúrulega fyrir miklum áhrifum þar, ungur maður, en hvað hann gerði nákvæmlega vitið við ekki ennþá. Það kemur kannski aldrei í ljós, en allavega kemur hann með áhrifin til Íslands. Og bara takk fyrir mig. Já, bókin hún til í safninu. Ok. Býtum við og ég fara tilbaka þetta hérna. Já, hérna þetta. Góðan dag og takk fyrir að hafa okkur til þess að, já, ég víst að taka niður grímuna, segir Guðrún. Svo þess að þá heyrist náttúrulega betur í mér. Ég frekar lágróma, svo þess að ég vona að þið heyrist þarna alltaf. En ég sem sagt svona tók þetta að mér að vera nokkurs konar aðstoðarmaður Guðrúnar í þessu mikla ferðalagi hennar og hún náttúrulega setti mér fyrir svona fyrst hvað ég ætti að gera, en aðalverk mitt í þessari bók í raun 2 kaflar sem að mynda náttúrulega svolítið mikinn hluta af þessari bók. Það í fyrsta lagi lífsreisa Ámundar smiðs, málara og bílskera. Ég vil kalla hann bílskera eða útskurðarmeistara og leitin að kirkjunum 13 sem var náttúrulega mikið verk og sér ekki fyrir endan á. En það náttúrulega rit Þóru Kristjánsdóttur sem var sannarlega merkilegt framlag til íslenskrar listasögu, en þar kynnir hún Ámunda Jónsson sem dáðan kirkjusmið og málara á Suðurlandi á 18. öld. Þóra byggir rannsókn sína meðal annars á gripum í Þjóðminjasafni þar sem hún var starfsmaður árabil. Og í bókinni og á samnefndri sýningu árið 2005 var viðfangsefni hennar málverk og myndskurður frá siðaskiptum til 1800 og nafngreindir höfundar þeirra. Nú þessi 2 kaflar eru sem ég tók að mér að rannsaka og finna út. Þeir eru líka vel myndskreyttir með þessum frábæru gaslítamyndum Guðrúnar sem eru einstakar það eiginlega einstakt að fá texta sinn sem getur verið þurr og svona fræðilegur að fá hann myndskreyttan með svona fínum gaslítamyndum. Það var mjög flott. Nú Guðrún setti mér fyrir í raun upphafi samstarfsins fram nokkrar spurningar og ég hef reynt að fylla í þær eyður. Og það var til dæmis úr hvaða samfélagi og var Ámundi sprottin, sem sagt sögusviði, hvar voru þessar kirkjur og hvernig var hann staddur fjárhagslega, hvert var orðspor hans, hver var fjölskylda hans, eiginkona, börn og hvar bjuggu þau. Og hvaðan fékk hann þessar fyrirmyndir að handverkinu og myndefninu og hvaðan kom efnið, verkfærin og bara litirnir líka. Og hafði hann aðstoðamenn og svo síðast en ekki síst, hvað gerði hann í Kaupmannahöfn. En ekki síður var það Sólveig Jónsdóttir sem bætti inn í þessa mynd
með kaflanum litróf jarðar í palettu Ámundar. Þessum hérna, eða hvorum? Ok. Já, ok, ég reyni það. En hvernig fer maður á því að rannsaka ævi alþýðumanns á 18. öld? Það svolítið mikið verk þegar ég sjálf hef í raun verið að rannsaka seinni hluta 19. aldar og 20. öld í sambandi við hönnun. Það svolítið erfitt verk að fara inn í þessa 18. öld. Og ég sjálfi sé mjög lítið Ámunda annað að hann tengdist bruna í innréttingunum í Reykjavík 1764 og vegna svona ættatengsla sem var að gangi í ættinni. Nú, nafn Ámunda kemur fram í skrifum Þóru á ýmsum vettvangi og við nánari heimildakönnun þá kemur fram að nafn hans kemur líka víða fram. Til dæmis í doktorsritgerð norska listfræðingsins Ellen Marie Magrøy á plöntuskreyti í tréskurðarverkum Íslendinga. Þar kemur fram að Ámundi hafi fengist við plöntuornamentík í nokkrum verkum sínum fyrir kirkjur og hápunkturinn sé skírnapunkturinn í Oddakirkju frá því 1800. Það sem að hún ályktar að nærmere en barokk akantusornamentík en í disse verker af Ámundi ser det ikke ut til at íslendingene kommet. Þannig að þessi ljósmynd af skírnapunktinum í Odda er í svarthvítu, svona ég geri það viljandi því að stundum finnst mér það áhrifameira heldur en að hafa alla litina því að þessi skírnapunktur er raun uppgerður af Gretu Björnsson miðja síðustu öld frá því að það sem að hún tók af honum málningu sem var bara hvít eða bleik, segja sumir. Nú, en verkefnið sem þetta var rammað inn í svona á svona sagnfræðilegan hátt sem svona case study og meginheimildin ævi Ámunda er eins og fram hefur komið í raun handritið í Landsbókasafni 186 kvartó, ættarskrá Steingríms Jónssonar og er á þessum 3 blaðsíðum eða svo. Steingrímur skráði þessa ættarskrá Ámunda eftir honum sjálfum árið 1799. Ámundi var í raun fæddur í Vatnsdal undir þríhyrningi 1738. Hann var kominn af bændaættum á Suður- og Austurlandi en elst upp á steinum undir Eyjafjöllum. Það sem hann naut að öllum líkindum fyrst verkmenntunar í smiðju föður síns á steinum. Eftir lát foreldra sinna árið 1761 þá fer hann til Reykjavíkur, komst í Reykjavík og var þar 3 misseri, lærði fyrst vefnað og síðan snikkarahandverk. Hann var semst einn af þáttakondum í því ævintýri sem fólst meðal annars í umbótum í ullariðnaði með innréttingunum í Reykjavík sem líkt hefur verið við nútímavæðingum. Eftir lýsingu á brunanum í vefsmíðunum í mars 1764 þar sem Ámundi vaknaði því öllu fabrikfólkinu til lífs að þá lýsir Steingrímur ævi Ámunda svona í stuttu máli en hann leggur mjög mikla áherslu á lýsinguna á brunanum. En í kjölfar brunans í verksmiðjunum þá fékk hann bætur eins og allir sem mistu allt sitt þar og færi raun greinilega enga vinnu og var sjálfsins maður í 1 ár. Ekki vitað hvar hann
vann þetta eina ár en ljóst að hann var hagleiksmiður sem að kann að hafa vakið athygli stjórnenda í verksmiðjunum og ekki síst hluthafanna og hann gerist síðan smiður í 2 ár hjá landþingsskrifara Sigurði á Hlíðarenda og hann siglir þaðan árið 1767 til Danmerkur. Þar gerist hann vinnumaður hjá Etatsráð Horribó, stendur í lýsingu Steingríms, en þessi Horribó var í raun Kristján Horribó sem var yfirmaður stjörnuskoðunar stöðvarinnar efst í Sívaldaturni og þar vann líka konunglegur stjörnuskoðari Íslendingurinn Eyjólfur Jónsson, kallaður Jónsonius og hann var jafnaldri Ámunda en var guðfræðingur, hafði fengið tækifæri til þess að læra í Kaupmannahöfn og hann var mjög vel að sér í stærðfræði og stjörnufræði. Við vitum í raun ekki hvaðan það er eiginlega engar heimildir ennþá fyrir því hvar og hvernig hann hlaut þjálfun eða þekkingu í útskurði í Kaupmannahöfn en hann var samtíða og bara næstu því nágranni Gottskálks Þorvaldssonar myndskera í Kaupmannahöfn sem var faðir Bertels Thorvaldsen. Og síðan hann, Þrenningarkirkjan í raun áföst Sívaldaturninum og þar náttúrulega sér Ámundi hérna á glærunni til hægri. Þá sér hann þessa glæsilegu stóru síðbarokk altaristöflu eftir Ebisch og þá búið að mála hana en upprunalega var hún ómáluð og öll gerð úr eik þó hún virðist vera úr öðrum efnum með málningunni. Þessi landsnefndin fyrri sem að svo nefnd, hún réði í raun Eyjólf sem ritara nefndarinnar á ferðum sínum til Íslands og þeir koma til Íslands vorið 1770 og þar kemur fram í lýsingu hans Steingríms. Þetta var kommissarius Holt, það var Andreas Holt sem að bjó í Oslo og var formaður þessarar nefndar og Fjellsted Þorkell Fjellsted sem var lögmaður í Færeyjum og síðustu var fyrrverandi kaupmaður á Eyrarbakka, hans hét Vennikille og þetta var þessi hópur sem að reisti saman til Íslands. Ámundi ferðast sem handlangari með Eyjóli Jónssoni, ritara landsnefndarinnar og þeir fara fyrst með landsnefndinni til að sækja Alþingi á Þingvöllum í júní og fara síðan norður yfir hálendið og fara niður í Skagafjörð og þeir félagarnir eru á Hólum í Hjaltadal í nokkra vikur og dvelja þar fram í september, minni mig, og við mælingar og stjörnuskoðun og slíkt. Þegar landsnefndin lýkur störfum 1771 og fer tilbaka, þá verða þeir Ámundi og Eyjólfur, þeir verða eftir. Og við vitum í raun ekki hvað Ámundi gerir næstu ár, því við vitum næst af honum 1773 á Breiðabólstað, þar sem hann að gera altaristöflu og sama ár, snemma það ár, þá eignast hann son með Sigríði Halldórsdóttur sem seinna var svo eiginkona hans, en þau giftast ekki fyrir 1776 í Gaulverjabæ og þar sem hann þá sennilega að gera líka altaristöflu þar, aðeins fyrr 1775 og leið og hann orðin gift, þau eru búin að staðfesta giftinguna, þá fær hann tjarnir undir Eyjafjöllum til ábúðar og
það þessi hérna vatnslítamynd Guðrúnar sem sýnir þetta vel. Hún fór þangað sjálf og samkvæmt rústunum þar sem eru kannski nýrri heldur en frá 18. öld, þá leit þetta svona út fyrir henni, þannig að Eyjafjöllin blasti við fjölskyldunni og Vestmannaeyjar í hina áttuna. Nú, hann flyst síðan og þessi tjarnir var semst ein af þeim jörðum sem var í umsjón fólksins á Hlíðarenda, sem sýnir það að hann hefur haft mjög góð svona tengsl. Tengslanetið hans var bara gott og árið 1788 þá flyst hann með fjölskylduna sína í handan Markarfljóts í Stóradal, þar sem Hlíðarenda fjölskyldan átti líka einnig ítök. Og þar reisir hann kirkju eftir að kirkjan þar eyðilagðist í jarðskjálftunum 1784. Nú við kirkjusmíðar störfuðu oftast 3 smiðir sem venjulega voru ekki nafngreindir, en Ámundur hefur sennilega verið forsmiðurinn. Hann efnast líklega af því að endurbyggja bæði íveruhús og kirkju eftir jarðskjálftana, og þegar jarðir biskupsstólsins í Skálholti voru boðnar upp í lok 18. aldar, þá festir hann kaup á hálfu Syðra Langholti í Árnessýslu á uppboði í nóvember 1788 fyrir 175 ríkisdali og 80 skildinga. Hann flyst hins vegar ekki þangað fyrr en 4 árum síðar, eða 1792, og gerist þá sjálfseignarbóndi. Nú, við leitina að öðrum kafla í bókinni sem ég skrifa leitin að kirkjunum 13. Hann lýsir því svoleiðis í handritinu og smíðaði í ýmsum stöðum kirkjur. Árið 1799 var hann búinn að smíða þær 13 stofur og aðrar smíðar. Þannig að hann smíðaði meira heldur en bara kirkjurnar. Nú við þessa rannsókn eða leit þá var stuðstuð visitasjur biskupa, kirkjustóla og fleira sem varðveitt er í Þjóðskjalasafni. Kirkjan var í raun mjög mikilvægt almannarými og í tilfelli Ámunda til listrænnar sköpunar og líklega vinnustofa hans þegar svo bar undir. Nú útbrotakirkjan á Stóra-Núpi, hún sennilega svo fyrsta sem hann kemur að. Við vitum ekki hvort hann kommer að reisa hana eða hvenar hann gerði allan þennan fína útskurð. Ég held því fram að hann hafi ekki getað gert það fyrir en eftir 1771 eða eftir veru hans í Kaupmannahöfn og ferðir hans með Eyjólfi til Norðurlands. En hérna fyrir forvitnissakir þá setti ég hérna með glæru frá Þjóðminjasafninu danska sem varðveitir teikning af Jóhannesar Klein frá ferðum Daniels Brúns Ísland á seinni hluta 19. aldar. Sem sýna svona skissur af því hvernig þessar útbrotakirkjur litu út og hérna hann með smá innandyra svona uppbyggingu á og hér gömul ljósmynd af þessu fræga líkani sem af kirkjunni. Nú hérna eru þessi niðurstaðar rannsóknir á hvar þessar kirkjur voru. Þær gátu sem sagt verið á bæði, þær eru 13 segir hann og það hafa fundist, nafn hans hefur fundist alveg skýrt í minnstakosti 7 og svo eru líklegar þessar Breiðabólstaður, Keldur, Kross, Mosfelli, Grímsnesi, Kaldaðanes og Gaulverjabær. Síðan líka hægt að skoða þetta kirkjur þar sem að kirkjugripur eftir Ámunda hafa varðveist og þá eru þær fleiri. En þær eru allavega, við höfum fundið allavega 7 sem við vitum svona örugglega hann koma. Og ef aðrir hafa meiri upplýsingar þetta þá eru við alveg opnað fyrir. Guðrún hefur líka gert þetta skemmtilega kort hérna af staðsetningu þessara bæði hvar hann bjó og hvar þessar kirkjur voru. Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst í Rangárvalla og Árnesprófastsskóla
dæmum og þær eru náttúrulega alls ekkert allar, þetta er bara hluti af þessum kirkjum á þessum tíma en á tímum Ámundar voru kirkjurnar í þessum sveitum fleiri en nú. Það voru 25 í Rangárvallarprófastsdæmi og nær 30 í Árnesprófastsdæmi. Nú það er ljóst að það er okkur vantar og hér þetta var eitt líka sem að koma upp úr þessari rannsókn í Þjóðskjalasafni. Það fannst mjög merkileg visitasíulýsing á kirkjunni í Stóradal þar sem hann bjó sjálfur frá 1788 og kirkjan þar hafði hrunið 1784 eftir jarðskjálftana og þessa tilgátu teikningu gerir Þorsteinn Gunnarsson fyrir mig og er byggð á visitasíu hans Hannesar Finnssonar biskups frá júní 1788. Þannig að þetta er svo þetta hugmynd Guðrúnar hvernig fjölskyldan kom öll að þessari kirkjubyggingu. En þetta var semst útbrotakirkjur og engin þeirra stendur núna. Nú frekari rannsóknir í ferðum sem það kom fram ný þekking í sambandi við þetta, allavega í sambandi við ævi hans, í sambandi við ferðirnar með landsnefndinni. Fyrri er Ámundur aldrei nafngreindur, það er mjög merkilegt. Hann sá instrumentin, segir í handritinu, en það bendir til þess að hann er handlangari Eyjólfs Jónssonar, ritara landsnefndarinnar, en hann hafði fengið sérstakt leyfi frá danska ríkinu að hafa með sér aðstoðarmann. Og Ámundur hefur sjálfsagt verið mjög handlaginn og geta gert við instrumentin sem voru mjög flókin. Og það kemur líka ljós að hann átti mjög gott tengslanet í háttsettari samferðamönnum sínum, biskupum og prestum og embættismönnum og stórbændum. Og ég held í rauninni í lokin þá var hann stundum ávarpaður monsieur og konan hans var madame þegar hún dó. Þannig að það er svona viss vísbending hversu vel hann var virtur. En það er ljóst að það vantar frekari rannsóknir á visitasíum, kirkjustólum og reikningum sérstaklega frá kirkjónum til þess að fá óyggjandi svar við þeirri spurningu hvar kirkjurnar 13 sem Ámundur smíðaði voru staðsettar. Nú samkvæmt visitasíum Hannesar Finnssonar sem eru mjög skilmerkilegar og fínar, þá voru kirkjurnar á þessum tíma með útbrotum. Nú margar kirkjur voru uppbyggðar eftir jarðskjálftana 1784, líklega á árunum 1784 til 92, en þá flytur hann í Syðra-Langholt. En árið 1799 var hann búinn að smíða þar 13 eins og áður hefur komið fram. Nú staka kirkjugripi eins og altaristöflur og prédikunastóla, þá gerir hann helst fyrir eða eftir þann tíma. Þannig að það er alveg greinilegt í því að hann er að gera þær meira fyrir jarðskjálftana. Hann hefur mjög mikið að gera og hann efnast örugglega á því að smíða og endurbyggja hrunin hús. Nú ég hef svona í lokin, það finnst mér svolítið áhugavert í sambandi við listfræðilegt samhengi að það mætti í raun gera verkum Ámundar frekari skil, til dæmis hvaðan komu fyrirmyndir, bæði af altaristöflum og skírnarfontinum hérna sem er mjög forvitnilegur í formi, og hann gæti hafa komið við í Færeyjum þar sem að Þorkell Fjellsted var lögmaður og sótt hann. Þar voru svona skírnarfontar algengir í nokkrum kirkjum og þetta er teikning af einum slíkum, þeir eru fleiri. Nú svo er það form af þessari altaristöflu sem er svona í síðbarokk
sem gríðarlega stór, þess sem hafi komið þarna inn í þessa kirkju, en Ámundur hefur í raun fylgt mjög oft þessari sömu uppbyggingu altaristaflana. Nú að lokum setti ég hérna inn, ég fann bara aðeins eina ljósmynd í sarpi af málu, hvernig þessi glæsilegi skírnarfontur leit út áður en að Greta Björnsson hafðist handa við að hreinsa af honum þessa málingu. Hún segir hann hafa verið svo hvít lakkaður, en annar staðar hefur komið fram að hann hafi verið bleikur. En það var mjög algengt víst á 19. öld að setja bleikamálingu yfir þessa altaristöflur og samanber altaristaflarnas í Odda. Þannig að þetta nú bara svona mínar þessar hugleiðingar og ég bara vil svona ítreka það að í raun var handritan Steingríms, hún var í raun mér mikilvæg heimild og þetta hafði hann skrifað eftir Ámundar sjálfsorðum, þetta var viðtal sem hann notaði og Steingrímur segir í lokin eða skrifar var hann snilldamaður, vel að sér flesta hluti, silfursmiður, sæmilegur og málari góður. En ég myndi líka vilja segja að í sambandi við útskurðinn að Ellen Marie Maguroy, hún taldi Ámund að vera helsta fulltrúa aðkantursskreitisins á Íslandi. Skrautið í verkum hans gat orðið verulega fyrirferðarmikið þó að það sé ekki það allra íburðarmesta. Hann reyndi einnig fyrir sér sem líkneskjusmiður og málari, en tókst sínu best upp í skrautskurðunum. Þannig að þessna setti ég þetta bíldskeri með, vegna þess að hann var bíldskeri og hann var og það fundum við Guðrún út með því að skoða alla þessa gripi, hann var alveg ótrúlega gaman að sjá hvernig hann var örugglega að nota tiltölulega einföld áhöld, en hann hafði einhvers staðar séð þetta gert og hann hafði einhvers staðar verið á einhverju verkstæði í Kaupmannahöfn, við vitum því miður ekki það ennþá. Takk fyrir. Já, ég verði að hafa grímun á það. Ég vil langa að þakka bæði Guðrúnu og Arndísi fyrir þeirra innlegg og kannski nefna, ég ætla að tækifærið það því ég má orðið, nefna það sem að ílda sér mjög líka mikilvægt og fyrir okkur sem að fáumst við listfræði og þessi fást við listasögu. Einmitt þetta sem Guðrún nefndi í upphafi að hún var ekki sátt við það að listasagan byrjaði við upphaf 20. aldar sem var kannski tíma svo listasaga sem að manni var sögð að þetta var það sem að þegar ég kem inn í þessi fræði að þá heyrði maður þetta, það er að saga íslenska myndlistar byrjar árið 1900 með sýningu Þórarins B. Þorlákssonar og ég man alltaf að þegar ég fór sjálf að fá áhuga á þessu þá fannst mér bara hvernig getur bara einhver saga byrjað árið 1900 bara eins og fallið af himnu ofar og hvaðan kom þetta og þá kemur einmitt þetta sem að Arndís var að fjalla með Ámunda sem er náttúrulega einn af þeim sem maður einmitt hnýtur mjög í þessari bók hennar Þóru. Einmitt þetta hvaðan voru menn að fá, hvaðan koma áhrifina því að ekkert sprettur af engu og ég held að það sé einmitt og það allavega þegar ég fór að lesa mynd af Þili að þá fannst mér það svo spennandi að sjá, hún náttúrulega fjallar hana einstaka listamenn og hvað þeirra framlag, hún að leita höfundum verka og tileinka verk ákveðnum einstaklingum en á sama tíma sér maður að undir þessum texta eru alls konar tengsl og bæði milli manna, milli fólks, milli héraða, milli tímabila og einmitt þetta að Ámundur hafi farið að Hóla, þar var náttúrulega mikilvægt menningarsetur og það hann hafi verið í Kaupmannahöfn, það skipti náttúrulega algjör lykilmáli fyrir alla þá sem voru fást við myndlist og svo náttúrulega þessi mikilvæg spurning sem Guðrún sem myndlistarmaður
hefur áhuga að svara einmitt hvar fékk hann efni við þinn, sko, hvað hafði hann í höndunum til þess að búa til það sem hann gerði. Og ef maður talar tungumál dagsins í dag, þá myndi maður segja að einmitt miðill ámynda var einmitt tréð og útskurðurinn. Það það sem kannski hann svona einmitt mikilvægast framlag kemur fram. En ég ætla ekki að tefja þetta og fara að búa til eitthvað millierindi, heldur bjóða velkomna Eyrúnu Óskarsdóttur. Hún kemur aðeins úr annarri átt, en hún fjallar aðeins annað tímabil og það er að segja tímabilin lok heiðni og fram yfir byrjun kristni og og hún eiginlega eini svona félagsmaður okkar í listfræðifélaginu heldur sem hefur sérhæft sig í því fyrir utan Þóru að fjalla svona fyrri tíma myndlist, þannig að við bjóðum hana velkomna í punktinn. Jæja, góðan daginn. Ég er bara mjög mikill heiður að hafa verið boðið að taka þátt í þessu málþingi. Ég er náttúrulega með allt öðruvísi erindi, kannski eðli málsins samkvæmt. Ég er að fjalla hvað er þetta? Afsakið. Maður svo vanur að hafa þetta, maður bara gleymir að taka þetta af sér. Jæja. Ég held ég verið að nota báðar hendur að reyna að opna þetta, ég er nú ekki flinkar en það. Þarna kom það. Já, ég ætla sem sagt að tala og fer svolítið vítt og breitt yfir sviðið. Þetta í rauninni ekki endilega íslenski listmunir, heldur meira eins og Margrét var að koma inn á, hvaðan koma allar þessar hugmyndir? Hvaðan er þetta upprunnið eiginlega allt saman? Og ég sem sagt fór í að læra listasögu í Danmörku, þetta nú allt í hug og fullorðins árum og fór til Árósa. Og ég heillaðist þar af þeir eiga svo mikið af mennum frá víkingatímabilinu og ýmislegt gamalt og ég heillaðist svolítið að þessum tíma og ákvað að skrifa lokaritgerð sem sagt tengdist þessu efni. Og í þessu erindi byggi ég sem sagt svolítið á þessari ritgerð sem ég skrifaði og þar að ekki þá þegar ég kom heim frá Danmörku þá fór ég að læra miðaldafræði og ég kláraði það nú reyndar ekki en það svona studdi við ýmislegt sem ég hafði lesið í listasögunni í Danmörku og mér fannst þú gaman að tengja saman þessa hluti alla. Þannig að ég vona bara að ég veki áhuga einhverja, ég fer svolítið vítt við sviðið og þið eru bara að afsaka mig með það. En þetta er svona það sem hefur vakið áhuga minn og ég bara ætla að miðla því hér. Já, og efni byggir þá nokkur leyti á þessari ritgerð og síðan kenndi ég einn áfanga í Háskóla Íslands myndlist fyrri alda vorið 2013 og efni á glærunum miklu leyti unnið út úr þeim áfanga og myndirnar eru teknar þaðan. Já, lokaritgerðin mín, hún fjallaði hlutverk myndmáls á mótum heiðni og kristni, trú, stjórnmál og eftirlífshugmyndir eða eskatológi. Og mér finnst nauðsynlegt að hafa smá aðdraganda með því að fara aðeins aftar í tíman og byrja við upphaf miðalda. Vestrómverska ríkið, það fellur á 5. öld eftir Krist, sjálfsögðu, eftir að heiðnir germanskir þjóðfólkar ráðast inn í það og leggja það að lokum undir sig. Og þessi skil marka upphaf miðalda eins og venjan er að skilgreina þær. Við tekur róstursamt tímabil þar sem þjóðflokkar taka sig upp og færa sig set yfirleitt undan hernaði og ófriði. Sem sagt, fólksflutningatímabili sem svo hefur verið nefnt. Germönsku þjóðflokkarnir settu stað innan Rómverjana
og þurftu að aðlagast þeirra siðum og taka upp kristna trú. En til þess þurfti að aðlaga hana þörfum germanska fólksins. Upprunalega átti það bara að vera tímabundin málamiðlun, en reyndin var sú að það urðu varanlegar gagnkvæmar breytingar á kristninni sem talaðir sem germaniseringu kristninnar. Helstu áhrif germaniseringarinnar dramatísk túlkun á heilari ritningu í myndum og helgihaldi, dýrlingadýrkun, riddaramenning, krossferðir, lénsskipulagið og dýrkun helgigripa, svo eitthvað sé nefnt. Hérna sjáum við mynd af Ágústus keisara með ríkisepplihnöttinn og veldisbrotann, og þessi táknmynd sem í rauninni sama og með Júpíter hérna, hún yfirfærist síðan á hina heilugu konunga sem að síðar koma á miðöldum og verður líka táknmynd fyrir Majestas Domini, eða hún byggir svolítið á þessu. Og hérna Júpíter semst líka með hnött og veldisbrota, og Júpíter var guð hins góða og réttláta konungs og stjórnanda, og hérna hann var líka guð himnanna. Þannig að maður sér strax samlíkinguna við Krist þarna í þessu. Og hérna má sjá þessa Majestas Domini, tvær gamlar hérna. Aðra fann ég nú þarna í íslensku teiknibókinni, hún nú reyndar yngri heldur en þetta tímabil sem ég að tala en þetta nú byggt á sömu hugmyndinni einhvers síður, eins og sjáum á. Og hitt á gömlum skírnarfonti frá síðari hluta 12. aldar. Og má sjá þarna greinileg líkindi, annað en að Kristur yfirleitt með bók, sem á náttúrulega vera hinn heilaga ritning, og oft með hendina svona upp, en stundum hann líka með sverð, það birtist í alls konar myndum. En þessar Majestas Domini myndir voru mjög mikilvægar í kristinni táknfræði á miðöldum. Nú, það sem síðar, listin sem verður til við þetta umrót á þjóðfluggatímabilinu kölluð rómönsk list, og fellur þetta tímabil sem ég ætla að fjalla hérna sérstaklega innan þessa rómönsku listar. Og þar blandast saman áhrif frá germönskum og grísk-rómverskum menningararfi. Í trúarlegri list ýmis tákn frá árdögum kristninnar, svo sem stafir úr gríska stafrófinu ásamt mannamyndum, og við þetta bæti svo skreitilist germananna, fléttur og hnútar og dýraskreiti. Hinir ýmsu germansku þjóðflokkar lögðu grunninn að staðbundnum konungdæmum út alla álfuna, til dæmis Vestgotar á Íberíuskaganum, Langbarðar á Ítalíu og Englar og Saxar á Englandi. Og ríki hinna kristnu mervíkinga og síðar karlunga urðu víðfeðm og valdamikil og stuðluðu enn frekar að útbreiðslu kristninnar. Eins og sjáum á þessu korti þarna, þá kristnin, þetta árið 800, þetta í rauninni við upphaf þessa tímabil sem að víkingaferðirnar hefjast það bil. Þá má sjá að guli flekkurinn þarna efst, þeir eru ennþá heiðnir þarna, en kristnar, þetta sem sagt hluti af ríki Karls, og hann barðist þarna við Saxa í 30 ár til að reyna að fá það til að taka upp kristna trú, og það tókst sem sagt að lokum. En það svo 300 árum eftir fall Rómaríkisins að víkingatímabili hefst samkvæmt almennri skilgreiningu. Það talað að það hefði síðan tekið það bil 400 ár fyrir kristnina að breiðast almennilega út norrænu löndin, festast í sessi og verða hluti af daglegu lífi fólks á Norðurlöndunum, cirka frá 800 til 1200, og það var auðvitað misjafnt eftir löndum og stöðum. En á jóladag árið 800 var Karl mikli krýndur keisari af páfa sem var táknræn og mikilvæg athöfn. Á þessum tíma eru menn farnir að hafa áhyggjur af yfirvofandi dómstegi, og þetta var viðleitni Karls til að sameina kristnar þjóðir og skapa kristi fyrirmyndaríki, hið heilaga rómverska ríki. Krýningin var liður í því þar sem hann hafði fengið blessun Guðs
Þessi athöfn var það fyrirmynd fyrir aðra konunga og festu í sessi tengingu ríkisvalds og kirkju. Karl var endurreisnarmaður síns tíma, hann stofnaði skóla og stóð fyrir ýmiss konar samfélagslegum framfaramálum. Það var ekki síst mikilvægt að hann lætur skrifa lög og stofnar dómstóla. Hann lagði mikla áherslu á útbreiðslu trúarinnar og réðst meðal annars á Saxana, eins og ég sagði áðan. Og Karl var tekinn í dýlingatölu árið 1165 og það dálítið mikilvægt þarna í þessu að hann fær þarna smurningu páfans eða blessun sem að minnir á konunga kristni, biblíunar, heilaga konunga og þetta verður að fyrirmynd fyrir aðra konunga í Evrópu síðar sko. En svipað leyti og Karl kemst til valda, rétt fyrir árið 800, réðust víkingar á klaustri á eyjunni Lindisfarni undan ströndum Írlands og upphaf víkingatímabilsins yfirleitt miðað við þann atburð. Víkingarnir fóru ansi víða og herjuðu á íbúa og stunduðu jafnframt mikil viðskipti með skinn og sitthvað fleira. Eins og sjáum á kortinu komist þeir alla leið að Svartahafi og Kaspíahafi, það hérna sem stóð þessu korti, sem sýnir hversu flinkir sjófarendur þeir hafa verið og skipin vel siglandi. Mögulega hafa síendurteknar árásir víkinga haft áhrif á þróun mála þar sem ríki Karls og Lúðvíks sonar hans liðaðist í sundur fljótlega sérstaklega eftir að synir Lúðvíks taka völdin. Víkingarnir hafðu allt öðruvísi menningu og samfélagsuppbyggingu heldur en kristniríkin sem að höfðu sameiginlega trú og þar var þetta byrjað að þróa eitthvað svona samfélagslegt stjórnkerfi með dómstólum og öðru slíku. Víkingasamfélögin byggðust upp á ættartengslum og lauslega skipulögðu stjórnkerfi með yfirstjætt höfðingja og smákonunga. Átök, hefndir og smástríð voru daglegur og eðlilegur hluti tilverunar. Menn höfðu engar fastmótaðar hugmyndir ríki sem stofnun. Samfélagið byggði á fjölskylduböndum og tryggð milli höfðingja og þeirra fylgismanna. En það hefur samt verið sýnt fram á þessi tiltölulega litlu samfélög hafi verið nokkuð vel skipulögð og stéttskipt. Það má nefna að germönsku þjóðflokkarnir höfðu ekki ritmál og þar af leiðandi hefur lítið varðveist rauninni innan frá úr þessum samfélögum það hvernig trúarbrögð og siðirnir voru. Þetta náttúrulega aðalega bara fornleifafræði og svo frásagnir kristinna þjóða sem að höfðu samskipti við þá. Og svo eru þetta til í íslensku fornritunum einhverjar frásagnir sem að tengist þessu, en það eru þetta kannski litað af kristni siðferði. Þannig að maður veit ekki alveg hvað er rétt og hvað er rangt í því. En það má sem dæmi nefna sem þróun á þessum rómanska stíl að þarna er sambland af þessum germanska arfi með fléttunum og hnútunum og því öllu saman. Mjög fallega gert þarna í þessu blaði, þarna úr Lindisfarni guðspjöllunum og þarna guðspjallamaðurinn Markús sem er að skrifa þarna í bók og það má einmitt sjá líkindi með höfðinu á Markúsi eins og Uppsakristi sem við sjáum hérna á eftir. Og hérna er einmitt annað blað úr svona gömlu írsku handriti sem sýnir einmitt vel þessa blöndun. Það sem að það rennur, þetta gamla germanska skreyti er notað til að búa til þessa uppastaði XP sem er þetta tákn í kristninni. Trúarbrögð víkinganna snerust sem voru á indóevrópskum uppruna voru gerólík kristninni. Þau snerust veraldlega hluti eins og landbúnað, einingu heildarinnar, ímynd hernaðar og hetjuskapar. Það virðist ekki hafa verið fastmótaðar hugmyndir eftirlífið eða þá að gerðir þessa lífs hefði einhver áhrif á það hvert þú færir eftir andlátið. Nema það að vottauðir menn áttu að fara til Valhallar og berjast þar með einherjum. Og svo var Niflheimur, það sem hel ríkti yfir 9 undirheimum. Og þangað fóru þeir sem ekki voru vottauðir. Þetta virðast, menn hafa ekki haft miklar áhyggjur af því að hvert færir eftir myndu deyja og
og þar að leiðandi var svo engin sérstök siðferði, ekkert svona sérstakt siðferði í gangi nema maður átt að vera gæta sínum heiðri og ættarinnar og svo framvegis. Og þessi mynd sýnir einn af fjölmörgum steinum Gotlands, svo kallaðan Tjengvíði stein. Oftast talað að efri myndin sýni Valhöll með óðunni á Sleipni og þarna má sjá kannski Valkyrju, það má túlka þetta þannig, og Fenrisúlfinn þarna og Ask Yggdrasils, en auðvitað ekkert hægt að segja nákvæmlega það hvað þetta en þetta svona dæmi það sem að gæti verið hinn heiðni handan heimur. Og það ekki að sjá að þetta sé neitt voðalega leiðilegt, þetta bara svona frekar ánægilegt, svona bara tekið á móti manni við víni og finnir í. Og auðvitað skipið, það líka mjög tákgrænt á þessum sérstaklega á þessum steinum hérna frá á Gotlandi að þar yfirleitt víkingaskip með vopnuðum mönnum. Þannig að þetta mjög augljóst merki þessa menningu. Og kristni snerist eftirlífið að miklu meira leyti og semst að fólk átt að breyta vel til þess að komast upp í himnaríki og vera það með Kristi. Og yfirvofandi dómur á efsta degi hvatti Kristi fólk til að hegða sér samkvæmt trúarkenningum kirkjunnar. Og það reyndar talað sums staðar að þessi ótti þessi boðskapur hafi hrætt víkinga, þannig að það hefur kannski verið liður í að þeir skiptum trú, það vitum það ekki náttúrulega, en það svona ein kenning á mörgum. Nú fyrirgefning og auðmýkt skipa veglegan sess, en það átti ekkert sérstaklega upp á pallborði hjá víkingum sem að fannst að bera vott undirgefni og þrælslund. Germanska ímyndin gekk út á heiður og styrk, hetjudáðir og örlög. Kristur því kynntur fyrir þessum heiðnu þjóðum sem herkonungur og sem gott var að heita á í stríði. Þeir voru náttúrulega mjög stríðsglæðir, blessaðir. Þess ber auðvitað að geta að það voru oft konungarnir sem stuðluðu að trúskiptunum vegna utanakomandi þrýstings og pólitískra aðstæðna. Fræðimenn telja að heiðnin hafi staðið nokkuð sterkum fótum á þessum tíma í heiðnu löndunum hins vegar. Eina elsta kristmyndin á Norðurlöndunum á Jellingsteininum í Danmörku, en Jelling var aðsetur konunga og þar meðal annars grafhaugar og gríðarstór skipsetning mótuð með steinum. Og Kristur þarna umvægðum fléttum og hnútaminstri eins og tíðkaðist í víkingalist. Og það sést kannski betur hérna það sem búið að setja lit í myndina. Hvernig þarna rennur svolítið saman víkingalistin og þetta kristna táknmál. Hinum megin á steininum svo þetta stóra dýr sem auðvitað alveg í anda víkingalistarinn og það sem að dýri var mjög oft í aðalhlutverki, sérstaklega þarna í Mammen-stílnum til dæmis. Og maður velti fyrir sér hvort að þetta hafi verið svona tákn konungsins eða höfðingjans og sem kemur svo fram á svona heraldrykk eða svona skjöldum og öðru slíku. En margir róðkrossar frá miðöldum sýna Krist sem konung með kórónu og má sem dæmi nefna Ufsa Krist og það gaman að velta fyrir sér líkindunum með mannshöfðinu á Ásubergsskipinu sem var áðan á glærunni og höfðinu á Ufsa Kristi og líka þarna í þessu gamla handriti sem ég sýndi ykkur á. En norrænu konungarnir á tímum trúskiptana horfðu til stóru konungsríkjanna í Evrópu og vildu efla og stækka sín ríki. Þeir voru líka teknir í dýlingatölu, Knútur í Danmörku, Eiríkur í Svíþjóð, Ólafur Haraldsson í Noregi. Ólafur var geysi vinsæll dýlingur á Norðurlöndunum og hér á landi voru mjög margar kirkjur helgaðar honum. Það því ekki ólíklegt að eitthvað svona altarisfrontal eins og sýnt hér hafi prýtt íslenska kirkjur sem voru helgaðar Ólafi. Og hérna til hliðar má sjá hérna í gömlu handriti þegar verið að leggja hann í helgiskrínið sem að gerðist hérna nokkrum árum eftir að hann dó. Og það má líka þessu svolítið við þarna mynd úr íslensku handriti sem að sýnir drápið á Ólafi helga. Þetta úr sögu Ólafs helga úr Flateyjarbók og þarna líkan af Ólafi eða
hvað heitir þetta nú aftur, líkneski, bæði þetta íslenska og svo þarna frá Noregi og sjá stöðuna á honum, hann í rauninni með svona ríkisepli í hönd og var svo með öxi sem var hans einkunn og mjög oft stóð hann á dreka sem átti að þýða að hann hefði útrýmt heiðninni, hann hefði semst unnið heiðnina. Og þessi altarisbríkin minnir á mörgu leyti á þessa sem var sýnd hérna áðan líka frá á heilugu Martin, þetta svona samskonar útfærsla. Nú, sögur af germönskum uppruna hetjur og örlög þeirra voru vinsælt myndefni og gerðar tákmyndum fyrir kristnina, sem dæmi má nefna sögurnar Sigur Fáfnisbana sem má sjá víða í skreytilist frá þessum tíma. Þær voru aðlagaðar af þörfum kristninnar, sumum var sleppt sem ekki þótti þjóna kristnum tilgangi. Aðrar sögur hetjur voru líka notaðar og má sem dæmi nefna söguna Ívent riddara. Hérna Sigurðarsagan á gömlum rúnastein frá Svíþjóð. Og svo Valþjófsstaðahurðin með myndinni sem hefur verið talið vera sagan Ívent riddara og ljónið. Og þetta auðvitað í þessum gamla víkingastíl með svona fléttu munstri, sérstaklega neðri myndin, sem fléttast saman ormar og drekar, eða drekarnir fléttast svona saman. En nú á Íslandi voru svo reistar timburkirkjur eins og í Noregi og var oft að ræða innflutt timbur þaðan. Sagan segir að Ólafur helgi hafi gefið og sent hingað kirkju við. Kirkjan var reist á Þingvöllum og líkilegt að það hefði verið staðkirkja, eða það má alveg leiða að því líkum. Það var ákveðin liður í að innleiða kristnina að reisa kirkjur á helgistöðum heiðninnar þar sem blót eða hátíðir þeirra hefði áður átt sér stað. Þannig færðist helgi staðarins með tímanum yfir á kirkjuna. Úrneskirkjan dæmi svona kirkju sem mögulega gæti hafa verið reist hér, en undir Úrneskirkjunni einmitt ummerki eldra hús sem menn telja að hafi mögulega verið heiðið hof. Á hlið kirkjunnar forn útskurður með hjartardýr og ormi sem gæti táknað baráttu góðs og ills og þetta sem sagt talið að þetta hafi verið flutt af eldra húsi. Hjartardýrið táknmynd fyrir Krist en líka þekkt tákn í heiðni samanber hjörtin sem nagaði lauf asks Yggdrasils. Hér á landi kirkjur víða á stöðum sem heita hof sem gæti bent til þess að þær hafi verið reistar á stöðum þar sem hof hafi verið fyrir. Eða einhver sérst heiðin átrúnaður staðir fyrir það. Nú kirkjurnar voru skreyttara innan með myndum og mynstrum þar sem messuhald fór allt saman fram á latínu. Þá skildi almúginn sjálfsagt ekki mikið hvað fór fram og myndirnar voru yfirleitt kallaðar biblíapáperum eða biblíafátakafólksins og var ætlað að kenna fólki sögurnar og uppfræða það í kristinni trú. Majestas Domini mikilvægt þema allar miðaldirnar eins og áður hefur komið fram og oft voru svona myndir á kórþilinu. Hér í þessu tilfelli þá hún í þakinu eða á loftinu fyrir ofan kórinn. Það má víða í Evrópu sjá þessar Majestas útstillingar eða framstillingar fyrir ofan kirkjudyr til dæmis og þá svo oft sem hluti af dómsdagsmyndum. Og þetta í rauninni dómsdagsmynd þar sem hið góða hægra megin með inngöngu í himnaríki en hinu megin þá sem sagt syndirnar og endar allt saman í helvíti. Og hérna má sjá hvernig þetta staðsett í þessari kirkju, þannig altari fyrir innan og þetta sem sagt kórhúfa eða fyrir ofan kórinn. Svo fara að koma þessar samsettu dómsdagsmyndir og þær fara að koma fram í kringum árþúsundaskiptin, einmitt tímann þegar Íslendingar að taka kristna trú. Og þær tengjast óttanum við yfirvofandi dómsdag sem tengist náttúrulega þessum 1000 árum. Og Majestas Domini myndin þá yfirleitt fyrir miðju og myndirnar samhverfar og hægra megin paradís og myndir sem tengjast dygðugu lífi og vinstra megin syndirnar og helvítið. Myndskipanin í línum og myndirnar þróuðust með heldur svona ólíkum hætti í vesturkirkjunni og svo austurkirkjunni og helstu einkennin þá að það kemur eldur niður frá Majestas Domini myndinni niður í vítið á
austurkirkjumyndinni, en á hinni hvergi að sjá þessa útleggingu. Og það líka þetta auða hásæti fyrir neðan hásæti Krists. Það semst auða hásæti af því að hann á eftir að koma til jarðarinnar. En það ekki í vesturkirkjunni. Og þess að dómsdagsmyndir vesturkirkjunnar fylgdu meira opinberunarbók Jóhannesar og meðan dómsdagsmyndir austurkirkjunnar sóttu meira í aðrar heimildir og aðrar ritningar Biblíunnar. Myndirnar voru mjög oft á vesturvegg yfir útganginum þannig að hún blasti við fólki á leið út úr kirkjunni og átti þá endanlega að minna fólk á að vanda sig í daglegu lífi svo myndi nú ekki enda þarna í logum vítis og voru mikilvægar á þessum tíma. Og það að væntanlega þá líka þjóna þeim tilgangi einmitt að draga fólk saman og fá það til að verða einhuga í þessari trú. Þetta hafði semst áhrif á siðferðiskennd fólks, vænti ég. Og hér má sjá semst svona í kirkju, danskri kirkju frá Borgundarhólmi, þar sem einmitt sverðin ganga þarna út úr höfðinu munni Krists. Þetta kemur fram í opinberunarbókinni meðal annars. Og þetta hérna frá 1150 og sjá hérna ginnungagapið sem helvíti þá, sem hérna allir allt þetta synduga fólk hrapar þarna onni og púkar að safna því saman. En þá hérna langar mig að bregða mér aðeins hérna aftur til Íslands og sjá hérna þessa Flatatungufjallir sem Hörður Ágústsson hefur komið fram með tillögu að hafi verið einmitt umgjörð utan svona stóra Majestas Dómínimynd í hérna Dómkirkjun á Hólum sem Jón Ögmundsson lét reisa úr innfluttum við frá Noregi og síðan telur hann jafnvel að á vesturvegnum hafi þá verið dómsdagsmynd einmitt líka í þessari kirkju og það séu þá hérna þessar Bjarnastaðafjallir sem eru líka hérna hafa varðist. Og þetta skreyti í hringaríkisstíl sem einn af þessum gömlu víkingastílum sem sést aðeins í þarna á myndinni. Hérna eru þá hluti af þessum Bjarnastaðafjöllum og þarna hérna, dýr hafsins að skila hinum dauðu, ef ég hef skilið þetta rétt. Og ef hann hefur rétt fyrir sér þá telur hann að þetta sé frá fyrri helmingi 12. aldar og þar með einar elstu myndir sinna tegundar á Norðurlöndunum. Á þeim tíma var Jón Ögmundsson biskup á Hólum. Það svo spurning hver gerði þetta. Við höfum náttúrulega engar heimildir slíkt. Það hafa nokkrar tillögur verið settar fram. Selma Jónsdóttir taldi til dæmis að það hefði komið einhverjir menn, ég man ekki hvað hann sagði, austan úr löndum held ég, sem hefðu gert þetta. En það ekkert vitað, það erfitt að segja og þetta hefur auðvitað allt verið málað til að hafa sem mest áhrif. Nú sér að Pétur Pétursson kom með þá athyglisverðu kenningu að hlutar Völuspár gætu verið byggðir á bísanskri dómsdagsmynd og tengi þar með saman heimsendarspá Kristína og Heiðina. Hvort sem það nú við rök að styðjast ekki, þá niðurstaða mín sú að myndmál og beiting þess hafi átt stóran hlut í trúskiptunum á Norðurlöndunum. Það sem margt úr heiðnum sið var á sinn hátt endurtúlkað og nýtt í kristnum tilgangi, svo sem gömlu hetjusögurnar, hetju- og hernaðarímyndin sem meðal annars kemur fram á gömlu róðukrossunum, bygging kirkna á helgum stöðum heiðina og sitthvað fleira sem hér hefur verið tínt til. Og eins og þekkt voru myndir mikilvægur þáttur í að uppfræða fólk inntak trúarinnar og auðvitað hefur þetta verið stór liður í því að draga fólk saman undir einum hatti, það að segja sameina það með ákveðin konung, undir ákveðnum konungi sem þessar Majestasmyndir og konungamyndirnar sem ber allar keima þessu sama. Þetta í rauninni samskonar valdatákn.
Já, og það er þá ljóst að trúskiptin voru liður í að sameina þjóðflokka og mynda ríki þar sem allir höfðu sömu trú. Trúskiptin eru ekki síður pólitísk heldur en trúarlegs eðlis. En ég vona að þetta hafi nú vakið áhuga einhverja. Mér fannst þetta allavega mjög áhugavert sjálfri þegar ég var að grúska í þessu. Og það bara verst að þetta er stuttur tími til að fara yfir svona mikið og vítt tímabil, en ég bara vona að einhver hafi haft ánægju við þessu. Takk fyrir. Já, ég held að það sé þá bara komið að lokum þessara dagskrár og ég vildi þakka öllum sem hafa flutt erindi hér og ávörp og öllum þeim sem hér eru viðstaddir og öllum þeim sem hafa verið að hlusta á okkur í streyminu og vona að þetta hafi kveikt í einhverjum. Kærar þakkir. Og þakka Margréti Elísabetu öllu sem hafa hér tekið til máls og fyrir hönd Þjóðminjasafnsins að langa mig til þess að biðja Svein og Ástu að koma hér upp og taka við blómum handi með Þóru með einlegum hamingjuóskum frá okkur öllum á afmælisdaginn. Og eins og ég nefndi áðan að við vinir og samstarfsfólk Þóru, við náttúrulega sjáum hennar litríka feril og hennar mikilvæga framlag. Hún starfaði hér í 8 árum næstu Þjóðminjasafninu. Hún stundum þar að hún sé eitt stærsta, listasafnið, það er öllur á botnum hvort. Og það má kannski geta þess að þegar við tókum hendur saman á þessar varðustu stofnanir sem varðist okkar menningararf, náttúruarf og gerðu sýningum og sjónarhorn í safnhúsinu, þá birtist inn þessi vistræni kláður þegar búið að brjóta niður veggina sem aðgreina þessar stofnanir. Og það er gerð í anda Þóru. Og við látum fylgja hér nýjan silkiklúbb sem að hannaður er og færður af Þjóðminjasafninu og byggir á okkar menningararfi sem búborgar og áfættis þátt fyrir kvenskugundin Þóru sem sannarlega hefur þekkt margt sitt á okkar starf og okkar fræða starfsemi og menningar. Við bara einnig hamingju með daginn, með hjartans kveðjum í Þóru og ætlum að fá okkur súkkulaðköku í tilefni dagsins í góðu Þjóðminjasafnsins og allar sem flytt þetta saman að málþingi og munum sjálfsögðu líka senda þjóðum með. Bara innlega til hamingju. Við langar að þakka fyrir hönd okkar fjölskyldunni og fyrst og fremst Þóru og hlustaði með mér og kynninguða og vísa daginn og henni þótti mjög vænt hana og hún veit að við verðum hérna og hugsa mikið til þetta og þetta efni sem hér hafa verið fjallað til dæmis dómsdagsmyndir, hún var algjörlega passjóneruð í dómsdagsmyndum, dróð inn í hverja einustu kirkju í Veraldarhornum ef hún gæti komið í þig. Því að þetta tengdi hann alltaf við það sem hún var að gera hér. Þetta ekki ég líka. Og ég langar líka til að nefna það er talandi að þá er náttúrulega þessu streitt úti sem hann fengi, það er líka tekinu. Þannig að það er að hlusta á þetta alltaf þessu fróðlegu frábæri efni sem hefur verið flutt og ég er alveg sannfærð að Þóra að njóta það síðan. Ég er sannfærð það og ég veit á náttúrulega til að við séum gildislega á það sem við erum til að verða. Takk fyrir.